Já, komið sæl og verið velkomin í hádegisviðtal markaðarins. Hann sestur hérna hjá maður stjórnarformaður Kaupþings, Sigurður Einarsson, vertu velkomin. Takk fyrir. Ykkur hefur tekist að fá lán á betri kjörum en skuldatryggingálagið segir til Á hvaða kjörum var þetta og frá hverjum? Já, þetta er eiginlega svona saga sem maður verður að fara tilbaka til 2006 til þess að skýra. Og þá var nú þessi svona sem við núna köllum svona Íslands kreppa í gangi sem okkur fannst alveg ótrúlega ósanngjörn þá. En í dag erum við mjög ánægð með að hún skyldi eiga sér stað. Því að það undirbjó okkur og aðra íslenska banka mjög vel fyrir það sem að á eftir kom árið 2007 og er í gangi núna. Þá voru algengustu spurningarnar sem við fengum hvernig ætlum við að fjármagna 2007. Nú við gerum það með því að okkar fólk fór bæði til Bandaríkjanna og Japan og náði í mjög stór lán fyrir bankan þar. Þannig að við fjármögnuðum okkur langt fram í tímann. Og við búum mjög vel að því núna. Og síðan núna, þegar þessar sögur fóru að myndast að markaðurinn verður lokaður fyrir íslenska banka, að mikið talaði þessu svokallaðu CDS-spread og svo framvegis, sem við getum kannski aðeins komið inn á eftir, að þá ákveðum við, þó við í raun þurftum ekki að peningunum að halda, að fara út á þennan svokallaða ekki opinbera markað, heldur gagnkvæma markað og spjalla við nokkra af þeim bönkum og sjóðum sem þekkja okkur mjög vel og náðum í þessa 1,3 milljarða evra held ég það hafi verið núna daginn. Þetta er gríðarlegur samkeppnismarkaður og við erum að semja við hvern og einn fyrir sig og viljum ekki endilega að það komi ljós gagnvart öðrum á hvaða kjörum við erum að semja við hinn. Og sama gildur það sem er á nokkur peninga og þetta er nú ástæðan. Þetta rýrir aðeins trúveruleika eitthvað. Já, hins vegar er það þannig, Sindri, sko, að við höfum yfirleitt ekkert verið að skýra frá því þegar við höfum að taka svona lán. Við erum að þessu á hverjum degi, hverju viku, hverju mánuði. Eina ástæðan fyrir gerða það núna var svona til þess að þagga niður í þessum svona grófum og leiti sko, sem eru víða í hverju horni, svo að segja. Ég heyra orðrómurinn segir að þetta sé á 360 punktum, er það rétt? Ég ætla ekki að tjá mig neitt um það. Þetta eru mörg lán og þau eru á mismunandi kjörum. Já. En þú ert allavega ánægð með þetta sem hefur tekist? Ég er mjög ánægð með það og bankinn er í mjög öfundsverðri stöðu í dag. Ég held að sé engin banki, ég ætla ekki að sé, ég veit bara í Evrópu, sem er í betri stöðu, hvað verður laust fé, heldur Kaupþing. Og eins og við höfum sagt sko að árið 2007 var bara mjög gott ár. Við skiluðum 23% arð sem eigin fjár og við sýndum góðan vöxt. Starfseiningarnar ganga mjög vel. Við urðum auðvitað fyrir tjóni út af útlánum, út af svokölluðum undirmálsútlánum og við tókum bara afleiðingarnar af því og afskrifuðum það. Bankarnir hafa aðeins verið að groppa sig svona hver í sínu horni. Er það ekki svolítið röng aðferð vegna þess að íslensku bankarnir eru bara settur undir einn hatt, eigið ekki að vera að berja saman í þessu árferði? Já, þetta er samt alltaf erfitt. Þetta er mikill samkeppnismarkaður. Við erum með mjög harðri samkeppni við ekki bara íslensku bankana, heldur alla banka. Þannig að það er svona takmarkað hvað maður getur gert akkurat saman. En það er hins vegar þannig og íslensk stjórnvöld hafa sýnt frumkvæði því, mjög gott frumkvæði, í því að kynna landið, kynna efnahagsstefnuna og setja þetta eitthvað svona í samhengi. Umræðan, bæði hjá þér og annars staðar, hefur mikið fjallað Moody's og Standard & Poor's og ég sé það í blöðum í dag. Menn verða samt að setja í samhengi. Ef við tökum bara íslenska ríkið sem dæmi, að það hefur verið með bestu mögulegu lánshæfiseinkunn sem til er. Það sé það sama eins og ríki eins og Bretland, Svíþjóð og Danmörk. Þessu svokölluðu 3A. Svo er í umræðan núna að Moody's ætla að skoða að lækka einkunnina. En hvað er að tala um? Það er að tala um hugsanlega lækkanir í 2A, eða 2A+. Þetta er svona eins og í skólanum í gamla daga, þú fær ekki 10, þú fær 9,5. Það er þrátt fyrir allt mjög gott. Og já, það er nákvæmlega. Förum aðeins yfir í evru og krónu umræðuna. Þú hefur sagt að krónan þurfa að víkja til að hinga komi erlent fjármagn og til að við fáum erlenda fjárfesta. Ertu alveg á því? Já, ég er á því að íslenska krónan hendi ekki þjóðfélagi eins og því íslenska sem er svona opið. Þetta er minnsta mynt sem getur. Þannig að ég held að hún sé í raun heyri sögun til. Þetta er bara svona svipað, þú mælir ekki lengdina í álnum lengur, þú mælir henni í metrum. Ef við þá gangi í Evrópusambandið því að við tökum ekki upp evrur nema gangi í sambandið? Já, eins og hagfræðingur Kaupþings sagði hér í viðtali við þig, heldur bara í gær, að ef að þú ætlar að meta þetta út frá svona hagfræðilegum gildum, hagfræðilegum sjónarmiðum, að þá er ekki váð því að svaraði já við því. Þannig það er þitt svar. Varðandi þetta, erlendi fjárfesti kom ekki til landsins og vil ekki fjárfesta. Ég veit þess að þú hefur verið svolítið í Katar og Dubai að tala við erlenda fjárfesta þar. Eru þeir að koma? Eru þessir menn að koma inn í Kaupþing? Já, nú er það þannig að við erum með skrifstofur bæði í Dubai og í Doha í Katar.
og það var nú svona megin ástæðan fyrir því að ég stundum hann niður frá. Já. Hvort að þessi fjárfestar komin í Kaupþing eða ekki, það er öllum velkomið að kaupa hlutabréf í Kaupþingi, líka þeim. Já. En þannig ég heyri nefnilega orðrómurinn sá að þú ætlir að segja á aðalfundinum í dag að þetta sé að gerast. Er það rangt? Þú bara verður að mæta á aðalfundi. Þannig þú útilokar ekki að það sé það sem þú ætlar að segja? Ég tjáum ekki það. Myndirðu ekki bara segja nei ef þetta var ekki? Þá getur bara komið næst spurningu og spurt hvort að þessi hins ekki. Einu sinni var að orðrómurinn það ætti svo ekki að rússneskum peningum. Já. Það talar enginn það í dag. Í dag talar allir um enga peninga. Það er eiginlega betra þegar orðrómurinn var eftir rússneska peninga. Já. Orðrómurinn var líka sá að þeir myndu kaupa 20% í Kaupþingi. Er þetta eitthvað staðar nálægt? Ég vil ekki tjá mig neitt einhverja orðróma. Það gengur ekki. Nei, nú verður bara spennandi að sjá hvað gerist klukkan 5 í dag. Spennandi, já. Herðu, Sigurður Kári og Illugi hafa talað um það að svissnesku franki væri mögulegur fyrir íslenska hagkerfi. Er þetta raunhæfur möguleiki? Já, ég bara veit það ekki. Ég held að það sé besti kosturinn sé evra. Það er til ákveðið kerfi fyrir alþjóðlega samstarf sem við myndum passa okkur inn í. Þetta er alþjóðlegur gjaldmiðill, þetta er ekki þjóðargjaldmiðill. Það er til kerfi þar sem Evrópski seðlabankinn er mjög öflugur stuðningsaðili þess kerfis. Ég held að hitt séu meira svona einhverja vangaveltur sem er ágætar. Þetta er mjög gott að menn skuli ræða þetta. En ég held að hitt sé nærlegi. Það er alveg óhætt að segja að bankarnir séu í krísu Nei, það er ekkert óhætt að segja það. Er það ekki? Nei. Þeir séu erfiðleikum, segjum það. Ef þú getur bara að tala fyrir hönd Kaupþings að sjálfsögðu. Það er þannig, árið 2007 þá var vöxtur bankans í efnahagsreikningi yfir 30%, sem eitthvað 37%. Við sýndum arðsemi eigið fjár upp á 23,5%. Við erum með meira lausafé heldur en við höfum nokkuð tíma haft. Þannig að ég bara sé ekki hvað þessi kreppa á að vera. Það er hins vegar þannig að það er hins vegar alþjóðleg kreppa í gangi í bankkerfinu og við höfum ekki ráð til að ráða við það, hvorki Kaupþing né aðrir íslenski bankar. Við getum hins vegar ákveðið hvernig við undirbúum okkur og hvernig við stöndum að okkar eigin rekstri og ef við lítum á það hvernig 2008 lítur út fyrir Kaupþing, þá lítur bara 2008 bara príðilega út. Það er gott. Er einhverju möguleika þar því að þið flytjið höfuðstöðvar til útlanda? Það er ekki umræðinu. Nei, það hefur verið aðeins umræðinu þegar við rætt þessi mál. Það er aftur Gróa. Já, hún kemur víða við. Já. Ok, en finnst þér þetta ekki raunhæfur möguleiki að þið myndu gera þetta? Það er mjög auðvelt að flytja höfuðstöðvar fyrirtækja og ég meina það bara eins með fjármagn að það flýtur eins og vatnið þar sem að hagkvæmast er að það sem auðveldast er að vera, það sem best er að vera, að þar eru við. Ísland hefur reist okkur mjög vel. Það er gott að vera á Íslandi. Við höfum haft mjög góðan aðgang að hæfu starfsfólki. Við höfum margra ára skeið, bara eins lengi og ég man, verið vinsælasti vinnustöðar landsins hjá öllum þeim sem hafa háskólapróf, sem er svona mjög mikilvæg mælikvarði sem við lítum til. Og það hefur, eins og ég segi, gagnast okkur vel. Það er auðvitað þannig að mjög mikið af starfseminni er annars staðar. Við í sjálfum sér lítum á þannig að við séum með 3 heimmarkaði og jafnvel 4. Við erum með Ísland, við erum með Skandinavíu, við erum með Bretlandseyjar og svo erum við með mjög öfluga starfsemi í Benelux-löndunum. Sameiningar á bönkunum, það er mikið talað um þetta. Heldur að Glitnir og Kaupþing sameinist? Það hefur ekki verið rætt. Nei, er þetta ákveðsumlegur? Ég hef bara ekki skoðað það, þannig að ég bara veit það ekki. Nei. Ég hef ekki vonað því. Það er líka verið að tala um Kaupþing og Spron. Er þetta raunhæfur möguleiki? Það hefur heldur ekki verið rætt. Nei, en getur ekki komið til þess að menn bara þurfi kannski að sameina bankann og það sé bara í allra þágu? Jú, það getur vel verið svo. Við höfum haft það viðhorf núna hjá Kaupþingi nokkuð skeið að við þyrftum ekkert að vera starf á Íslandi. Við höfum lagt megin áherslu á það að vaxa og efla starfsstöðvarnar annars staðar. Við erum í stóri hér heima, við erum mjög fyrirferðarmiklir á íslensku markaði og ég veit ekkert hvort það er gott fyrir okkur að vera stærri hér. Það hefur líka ókosti og ég fyrir með sér í þó þetta litlu efnahagskerfi eins og því íslenska að vera stærri heldur en við erum. Með hverju myndirðu vilja sjá, ef þú myndir sameinast einhverjum banka, með hverju myndirðu vilja sjá Kaupþing með? Ég vil bara ekki tjá um það. Nei, þú ert að hugsa ég hefði ekki að vilja samanast NBC á síðust ári hollenska sem við höfum því miður að gefa frá okkur. Já, sjáum hvað gerist. Seðlabankinn næsti vaxtaákvörðunardagur er í apríl. Hvað vill hann gera og hvað heldur hann geri? Ég vona einilega að Seðlabankinn muni hefja vaxtalækkunarferli þá. Ég hef þetta ekki hugmynd hvað hann gerir. Seðlabankinn er sjálfstæður og tekur sínar ákvarðanir út frá þeim svona mælikvörðum sem hann hefur.
og maður verður að virða það, en ég vona svo sannarlega að Seðlabankinn sé á ástæðu til að lækka vexti. Já. Sko ég verða aðeins að tala við Davíð Oddsson og það er þessi endalausu orðrómur að honum sé bara meinilla við helstu viðskiptakallana í dag. Orðrómurinn líka að ykkur hafi sinnast í London og hann hafi sagt að þetta er bara orðrómur og ég verð bara að spyrja Ég tjáum aldrei með þessa orðróma og grófusögur. Kaupþing á fínt samstarf við Seðlabankann, punktur, og það er ekki meira en það að segja. Já. Finnst þér Seðlabankinn vera að vinna og Davíð, finnst þér hann vera að vinna gegn atvinnulífinu við stóru fyrirtækjunum? Ég bara ætla Seðlabankanum ekki það að vinna gegn neinum. Allar síst atvinnulífinu og íslenskum bönkum sem eru, ef maður segja svo, viðskiptavinir Seðlabankans. Það er alveg fráleitt að ætla það. Já. Glittir hefur verið að lækka laun æðstu manna þar á bæ og forstjórinn tók það reyndar upp hjá sjálfum sér að lækka sín eigin laun helming. Stendur þetta til hjá Kaupþingi? Nei. Hvers vegna ekki? Vegna þess að bankinn gengur gríðarlega vel. Bankinn er í miklum örum vexti. Það er mjög mikilvægt fyrir bankann að halda í sitt besta fólk. Já. Og þessi umræða sem hefur verið að ég hef tekið eftir lækkun á launum stjórnarmanna. Ég verður bara að segja, mín persónulega skoðun er svo að hún er á miklum villigötum. Þetta er þannig að ef menn vilja hafa óháða stjórnarmenn, ef menn vilja hafa faglega, metnaðarfulla stjórnarmenn sem vilja sinna sínum störfum sem stjórnarmenn í svona fyrirtæki eins og Kaupþingi, sem er mjög alþjóðlegt fyrirtæki með efnahagsreikningu upp á 50 eða 60 milljarða, með eigið fé upp á 3,6 milljarða, með 3.000 starfsmenn, með starfsemi í 11-12 löndum og svo framvegis, þá get ég ekki séð að umbun fyrir stjórnarmenn eigi að vera lægri heldur en er. Þvert á móti. Ég tel jafnvel hún að vera hærri. Þetta skiptir náttúrulega þannig sé engum máli peningalega séð fyrir bankan að gera þetta eins og Glitnir að gera. Nei, þetta skiptir þetta getur verið PR-move og ég held að þetta sé svona lélegt PR-move. Ég held að þetta sé þannig að ef þú vilt hafa stjórnarmenn sem ekki eru beinlínis stóri hluthafaðir í bönkunum eða sé að vinna fyrir einhverja sem að raunverulega borgi þeim launin, að þá þurfur að borga þetta almennilega vegna vinnuálagsins sem er. Og ég get alveg lofað því að þeir sem sitja í stjórn Kaupþings, þeir þurfa svo sannarlega að vinna fyrir sinni umbun, fyrir utan þá ábyrgð sem því fylgir að sitja í stjórnum stórfyrirtækja og sérstaklega fjármálafyrirtækja. Þeir gerir örugglega líka að þeir til að það er kannski þegar alvöru uppsagnir hefjast, ef það gerist, að þá getur þeir sagt allavega við erum líka að taka okkur eitthvert högg. Þú ert að fara að segja upp fólki? Við höfum ekki verið að segja upp fólki, en ég held að sé alveg ljóst að fólki í fjármálageiranum á Íslandi mun fækka verulega. Verulega mun fækka á þessu ári. Hjá okkur sem og öðrum. Hversu mörgum heldur þú munir segja upp á þessu ári? Ég veit ekki hversu mörgum við munum segja upp á þessu ári, en starfsmannavelta í svona fyrirtæki eins og okkar er 10-15%, sem er það 150-60 manns. Ég tel ekkert óraunhæft að starfsfólki hjá Kaupþingi muni fækka einhverja svoleiðis tölu, eins og í öllum öðrum fjármálafyrirtækjum. Það eru bara margir starfsmenn og það þarf að ná aukinni arðsemi og það þarf að ná aukinni hagræðingu. Og við munum vinna því í þetta ár og erum löngu byrjar á því starfi. Sigurður Einarsson, takk kærlega fyrir komuna. Takk að þér. Sem þetta gott að hádegisviðtalinu, það verður hér aftur á þriðjudag. Verið sæl.